Christmas isn't a season, it's a feeling. Það true. Það true. Þetta í bóði Google og Christmas quotes. Bara fyrst sem fannst það. Já. Love it. Á mjög vel við. It's a feeling. Já. How you feeling? I'm just feeling fabulous. Það ekki? Já. Ég líka. Það bara svo mikið æði að þessi desember. Ég veit það. Og mér finnst ég aldrei vera desember að mig nóg. Ég alltaf eitthvað svona, ég eftir að gera svo, eða fyrst, mér langar að gera svo mikið. Já, ég einhvern veginn hefur í prófum bara alla desembera síðan bara mann eftir mér. Ég veit það. Þú ert alltaf búin að upplega núna 2 desembera án þess. Ángríns, það a whole nother game, sko. Ángríns. Maður missir bara hálfum desember. Ég veit það. Það glata. Ég veit það, það ekki skemmtilegt. Desember á mér byrjar ekki fyrir en að laugardaginn, sko. Ég veit það, ég svo spennt. Og líka á Gunna og líka öllum með öðrum vinnum okkar og bara það allir, ég alltaf svona, vil líka koma stúsast, allir eitthvað, ég að læra. Greið þú. Móa. En ég bý spennt eftir að þið losna öll saman. Já. Þá get ég dúllast með ykkur. Já. Og við getum gert piparkús okkar, eggnog og jólaglögg og bakað og... Ég spennt. Ég svo spennt. Við erum líka að halda svona litlu jól og... Já, við erum að halda með litlu jól. Svona jólabrönns, ekki? Nei, þetta er ekki brönns. Bara jólaþema eitthvað. Jólaþema matabóð. Já, jólaþema spila matabóð. Elska. Hljómar ekkert eðlilega vel, sko. Það svo skemmtilegt, sko. Möndlugrautur, grálags, eggnog. En þú veist hvað það í dag? Í dag? Þegar við erum að taka þetta upp. Vinkuna okkar. Já, það stórmerkilegt, en fyrir utan það, bara hvað vikdagur í dag. Til hann ekki með daginn eða. En fyrir utan að Eva, hinn frábæra Emali, hvað vikudagur er? Það er 50dagur. Já, hvað gerist á 50? Þá ætluðu sumir sem ég þekki að vera með throwback kvöldmat. Já. Hann hver er matinn? Það er pulsuparta í kvöld. Það? Má ég koma? Já. Ég var sko í alvörunni í gær var ég bara, ég fór kleimur sig ekki, mér langar ógislega Ég myndi þetta í gær, sko. Núna er ég bara alltaf bara með eitthvað brain fart og ég bara, hvað átti ég eftir að gera í dag? Þannig ég og Embla röltum yfir í kvöld og komum í pulsuparta. Já, sem sagt, var ég búin að tala um þetta hér? Ég veit það ekki. Ég kom með þessa hugmynd að mér langar að gera svona throwback Thursdays matalega séð og hafa bara svona mat sem maður fekk í gamla daga. Það er svo geggjað. Það er svo ógeðslega mikið sem að til og Birta aldrei smakað makarónugrauð. Ég hef ekki heyrt um það. Það er galið. Ég er frá elda fyrir makarónugrauð næsta 5 daga, ekki? Þetta ekki eitthvað matur sem þú fækst í skólanum? Jú. Fækstu makarónugrauð í skólanum? Já, hann var líka ekstra, þú veist, alltaf grautalegur þar. Það var heima á hans betri, sko. Er þetta ruglast við grónugrauð? Nei. Jú, byrju. Nei, ég alls ekki ruglast. Það veit allir hvað þetta er nefnum þú, sko. Nei, og Bensi. Já, thank you, Bensi. Já. Hann hefur bara séð þetta heima mér nýlega. Ég var bara, hvenær var þetta heima mér nýlega? Ég veit ekki, bara mamma með þetta ekkert svona daginn. Ég eitthvað, what? Ég var ekki svona eftir. Ég hef aldrei heyrt þetta. Þetta er... Ég held það voru bara meira mac and cheese. Nei, ég var bara full on bara þeir eru ruglast á mac and cheese og kallaði makarónugrauð. Nei, þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Þetta er betra en grónugrauð finnst mér. Það er magnað. Já. Þú varst með grónugrauð síðasta 5. dag. Já. Og þar byrjaði þessu umræða. Já. Hvernig var hann? Geggjaður. Þetta viskið sem ég gerir grónugrauð sjálf. Já, ég hef aldrei gert. Það var mjög einfalt. Já. Ég setta bara inn í opn og allir eru bara að segja bara það sé trend, skilur við. Það er trend, já. Og ég hef ekki pröfað að gera potti, þannig að ég fór bara beint í ofnin, sko. Vel gert. Þannig að það var bara æðið, sko. Og hann alveg var góður og... Það var mjög góður. Nóg kanilsykri og... Nóg kanilsykri, nóg vanildrópum og nóg af mjólk. Næs. Hvernig gerir maður svo pulsupasta? Er það ekki bara stekta pulsur? Jú. Og pasta? Svo var alltaf eitthvað svona... Mér finnst þess að hafa alltaf verið eitthvað smá sósa, en ég veit ekki hvað sósa. Solla gerir sem sósu, nefnilega. Ég man eftir þessu bara geð þurru og með smjöri, bara svona... Já, og það var svona smjör sem ég er að tala um. Já, bara tomatsósa. Þannig er sem ég man eftir þessu, en Solla gerði fyrir mig daginn pulsupasta. Og þá vorum með svona einhverja svona tómatrjómasósu yfir pulsunum. Það var mjög gott líka. En það var samt ekki alveg svona childhood. Ég veit bara tomatsósu. Við erum bara að fara það í kvöld. Ok, nice. I like that. Mjög spennt. Já, það var æði. En við bara komum pakka. Já. Pakka, þú þekkir ekki þennan pappír? Ég þekki ekki þennan pappír, en þekkir þú þennan? Já, þú átt þennan pappír. Já. Það ekki? Þessi á hann bara. Hann er óslega flottur samt. Já, hvaðan er hann? Í IKEA? Nei. Jú. Það lukkar ekki þessu IKEA. IKEA pappír er vanlega pappír sem er rifnar gett. Já, þessi er mjög góður, sko.
þegar svo keypti ég líka pappír í pennanum Já. og hann var ömurlegur sorry að ég bara segja pennan á þér en ángríns þetta er bara þeirra mistök Já. ég vil ekki reyka nöglina í og það er með gat einmitt ég lendi með svo mikið Einmitt. þannig að við peppum IKEA pappirinn og Costco Já, þetta er Costco Þetta er Costco vel. Ok, hér er þinn Þú getur ekki giska hvað þetta er Nei, það er mjög erfitt með þetta Ég hugsa að þetta er eitthvað sem þú keyptir og settir í annan kassa Getur verið Er þetta myndaalbúm aftur? Verður ekki að vera eitthvað hint Oh fuck, ég var ekki að hugsa hinn Voru við búin að gáðu hint síðast? Nei, Ég maður ekki við gerum það ekki sko við Við ekki gerðum bara alla hættar? síðustu seríu Já, það var svo léleg hint Já, glutið Já Frekar bara eitt gisk Ok, Ég er búin að giska mitt hvað gískari? Myndaalbúm Já, en hvað ef það væri rétt? Myndi ég segja já? Nei Já, nei, það er ekki rétt En þú veist, þá veitum við bara að ég giskaði það Já Þú getur sagt, ég vissi það. Ok, that's true já. Ég ætla að giska að þetta sé Þetta er bolli Nei Ok Ég veit það ekki, maður er að segja það frekar Ég veit það Það er ekki allir líkt þessi hérna sem ég giskaði að vera bolli Já, heyrðu mig Þegar þú segir nú Ok Ég elskar samt það er svolítið svona rautt þema hérna Já Ég er on theme en ekki þú Já, ég bara Ég mætti öllu rauðið ángriðs svo vel gert Takk Mér langar í svona rauðan Hann er alltaf flottur þessi galli Mjög Ég var bara flottur. fyrst þegar ég sá hann lit ég var bara ég fíla ekki rauðan Yfirleitt En hann er svona appisnugulur rauður Já, hann er mjög Fattarðu? sætur sko Þannig að ég fíla hann út af hann appisnugulur rauður Og hann er líka bara fullkomin in the season Já Fyrir It's eitthvað the feeling Já En talandi jólapakka Yes Þá mælum við með að fara á mr.co.is og næla ykkur í gjafapakkan sem er Svona gafa öskju já, sem að, já, til að gefa Því við elskum að gefa Við elskum að gefa. Desember er til að gefa og kaupa eitt fyrir sig í leiðinni Já Ertu búin að vera Ertu búin að vera meira svona Ég var í gæra jóls og sæst og ég er svona, þetta er flott fyrir þennan Ég ætla að kaupa mér þetta Já, líka Ég er ríkaleg Ég líka Það er bara, fuck, hvað er að gera Svo erum við svona að kaupa fyrir eitthvað annað Hvað langar mér líka í? Og ég er að finna eitthvað sem ég þarf ekki eins og Einmitt Hvað að? Og ég bara, að því við höfum rætt þetta áður Bara tvær Ég treysti ekki að fólk gefi mér það sem ég langar í Nei, Þannig ég kaup mér allt sjálf Án gríns Þetta er Slíka það er hræðilegt ekki sem maður sé, þú veist að fá pakk, þú veist, maður kannski gerir lista sem maður langar í það er ekki svo sem maður sé að fara að fá allt, sko Nei, og líka líka maður að segja mig hvað er að fá, ég ætla að kaupa mér restina Ég veit ekki það, ég ger eiginlega aldrei lista sem ég Nei. læt fólk hafa nema kannski makan minn Já, ég nefnilega gerði bara lista fyrir hann Já. hann gerir alltaf eitthvað svona lista því Já. að það er rosalega þægilegt Já En ég er að tala um fyrir eins og mömmu og pappa og, Nei, Þú veist, nei ég hef aldrei sendt þér að lista út Nei, fattarðu? nei, já, Þetta er já bara fyrir bensa, já, einhvern veginn. einmitt. En þarna set ég líka bara inn allir hlut sem ég langar í eða þú veist, Já, ég er bara þannig að- líka að setja inn bara eitthvað með langar þennan gaffal, skilur Einmitt Þannig að fólk gæti þannig sér spurt bensa Já Fattarðu? Já, að ég er bara eitthvað eða skoða eitthvað á netinu eins og maður gerir þegar maður er að læra þá hérna að ég sé eitthvað, þá sit ég að það er að hafa þetta í nótsinu Já, upp og ég já. veit ekki hvað maður langar í já nei, bara ángríns. sjálf Einmitt, að því maður gleymir svo oft hvað maður langar í klálega en mér langar í Mr.co Mér langar í gjaföskuna já, Alveg klárlega mér langar rosalega mikið í hana en hún er með daily makeup sprayinu og djúprinsi sprayinu og hérna hangklæðinu sem maður notar til að nutta í Ángríns svo bara fullkomin pakki þetta er ekkert Þú æðislega veist, verði á gjaföskunni 5.990 og ég veit ótrúlega margir að fara í eitthvað svona litlu jól eða eitthvað þannig þetta er úst, mikið af vörum fyrir hennar pening já, þetta er 3 vörur fyrir Já. þú veist, undir 6.000 kalli Já. og þetta er svo ógeðslega svona tilvæli eins og ef þú ert að fara í eitthvað svona litlu jól eða gefa lítinn pakka eða þú veist, langar bara að gefa vinkoninu eitthvað smá þú veist, þetta er svona, maður er oftast í kringum 5-6.000 kalli Já. við með svona fyrir það allavega bara, þú veist, í kringum okkur Já, í kringum okkur Já. allavega en svo er náttúrulega líka að þú getur í rauninni keypt 3 og fengið 3. frí Já, ef þú notar kóðan okkar tebóðið Já. það er 3 fyrir 2 Það er 3 fyrir 2 og við vorum að tjekka það er líka á gjaföskunni þannig að þú veist, þá ertu basically að fara að borga 11.980
fyrir þrjár öskjur basically bara segjum að 3 vinkonur eða 2 vinkonur og 1 fyrir þig en hjá gríns, ég er sjokki sko, Já, því að maður þetta er sér geðveikt gott alls ekki oft tilboð á gjafa öskjum Nei. og við erum rættið sjálf og við erum huge fan af öskjum Við elskum gjafaöskjur það er líka svo auðvitað að pakka þeim inn og Já, þú veist, það er svo skemmtilegt sko þannig það að, er líka bara svo fallegt já en mæli ótrúlega mikið með og þetta er svona gjöf sem að passa fyrir alla sem að nota make-up eða nota make-up busta 100% þetta er bara Þetta er tilvalið í jólapakkan tilvalið En það sem er líka tilvalið í jólapakkan er að fara inn á heimkaup.is og þeir eru náttúrulega bara með rosalega gott snyrtivöru úrval, bara það besta á markanum. það er svo grillað að þú getur bara, þú veist, ég basically versla allt á einni heimasíðu. Ángríns, það er alltaf inn á. Nei, þetta er bara pínu svona Amazon, ég veit ekki einu svona, ég myndi ekki eins og kaupa make-up á Amazon held ég. Nei, þetta er meira svona high-end. Já. Þú veist, þú kaupir sjónvarp líka hana, sko. Já, og í matinn og fara sendt heim. Og þetta er bara svona, þú tristur þessu fyrir allt, einhvern veginn. Já, að því að svo er ég skoða líka, veist, að því mér vantar eitthvað svona jólagjöf fyrir litla vini og eitthvað. Þau verður skoða svona fyrir börn og eitthvað, veist, og það líka bara leikfingarnir og hvernig get ég versla í matinn, keypt með make-up, augnhár fyrir kvöldið og allar jólagjafnar fengið þetta sendt heim. Bara sendt heim bara næsta dag. Já. Getið fengið Mark & Bain til dæmis. Eða bara, eða bara, oh my god, gleymdi að kaupa með tann og þetta bara pant í matinn. Já. Hvað er þægilegt? Það er ángríns. Þetta er ekkert eðlilega sniðut, sko. Þetta er mjög sniðut. En við vorum með, fyrir þáttu vorum við að hæla því að Við tölum senast að það væri svona jólagjafasett en eitt sem að Birta pointið át að það er til svona fyrir herran. Já, þú veist það til, fyrir með svona allt niður í flokka sem gerir þetta svo ógeðslega einfalt fyrir okkur og þau veitir hvað getur verið leiðilegt þegar maður er búin tímunum saman að leita sér af eitthvað til að gefa. Þetta er svo svona, hvað segir maður? Maður gefst fljótt upp. Já, en er svona gott fyrir fólk sem að, eins og okkur svona stuttan athyglisbann. Já, bara eitthvað hannig. Okay. Allavega, þetta er mjög svona aesthetically pleasing finnst mér að horfa á að því að þetta er bara einfalt. Húð, hár, neglur, þú veist neglur. Neglur eru með spes. Ylvött. Svo getur við alveg bara herrar til dæmis og þar eru gjafaöskjur því ég veit að oft það eru margir sem tengja við það að það sé erfitt að gefa strákum. Það er ekkert eðlilega erfitt. Og þú veist, og sérstaklega svona pöbbum bræðrum, frændum, öfum eitthvað svona, þú veist, maður kannski veit makan sinn ef maður á maka sem er kallmaður skilur en ef maður þarf að gefa öðrum herrum í kringum sig það er alveg mjög flókið. Það er mjög flókið. Þannig ég mæli sjúklega með að þú veist, að tjekka bara hérna og sjá svona hvað er snið að gefa öskju fyrir herra. Bara hvað er líka bara, þú veist það er líkams umherða, svo er skegg umherða það er nefnilega eitthvað sem að kannski ekki margir fatta að gera. Nei, nákvæmlega. Svo er þú veist Gentleman's Tonic sko sem er bara svona þú veist, þetta er gjafasett af bara svona öllu sem þú þarft fyrir að vera bara svona eins og sért sko úr Peaky Blinders. Tryggja blaða rakvél, fallegan stand fyrir raksettið eitthvað, ég veit ekki. Vá hvað það er sniðut. Olía og eitthvað svona. Það var mjög fallegt en á baði. Já. En já, við mælum með að þú ert í vandræðum fyrir einhvern herra að tjekka hann heimkaup. Já, þetta er mjög sniðut. Beinstilegina heimkaup að kaupa jólagjafir. Ok, líka bara smá sjátt þetta er ekki bara meist. Þau eru með spil. Þau eru með spil, já. Gauð, við getum bara panta okkur spil og bara spila kvöldi. Við erum að fara að panta okkur spil fyrir jólaspila kvöldi. Það er rétt. Oh my god, því að það er bara allt inn á. Það er allt inn sko. Ég elska það sé spil. Já. Það er líka svo sniðut að kaupa spil í jólagjöf. Það er með betri gjöfum sem ég fæ sko. Það er líka svo erfitt á þegar maður fer í búðina maður svona overwhelmed. Þannig að þetta með þetta bara svona allt fyrir fram að þig. Lovely, heimkaup. Lovely. Líka eitt viðbúð sem að ég bara elska er að ég ger þetta mjög mikið á heimasíðum líka á þannig ef ég get flokkað, fengið þetta í röð eftir til þeim vinsældum, líka næst að gera lægsta verð og hæsta verð en þú ert bara í algjör losti bara, ég veit ekkert hvað að gefa gerðu bara vinsælast og keyptu eitthvað sem er bara vinsælast og þá veistu að ég er eitthvað svona cirka að fara að slá í gegn 100% það meika mjög mikið sens. Já, ég nota mikið ef ég er að kaupa eitthvað á einhvern annan en mig, þá íti ég oft á þetta til að sjá hvað vinsalast í þessum flokki eins og bara ef ég var að kaupa spila eitthvað, hvað vinsalast, ok, þetta spila vinsalast núna kaupa það. Nákvæmlega.
þú veist. Þú gerir það í fyrra? Já. Það var mjög sniðugt. Ég elska þetta. Ég elska það líka. Ég ætla beint að kaupa jólgjafir þegar búin. Ég líka, eða kannski gera bara með við spjöllum. Já, svona eins og maður gerir, sko. Bara já. En heyrðu, við ætlum að taka svolítið skemmtilegt umræðni. Já. Það er svo sem kannski ekkert endilega jólalegt, en það skiptir ekki öllu máli. Við erum alveg búin að tala hellingjól og við erum örugglega að tala meira jóla. Svo alltaf. En þetta er búið að vera mjög highly requested. Já, þetta er hot topic og við þurfum að taka fyrir og... Ég er líka spennt að vita meir, sko. Já. Því að, þú veist, við erum ekki bara að ræða þetta. Nei, við erum ekki Og bara þú að ræða veist allt allt svona. Þannig að ég vil fá að vita the tea. Þú vilt fá að vita the tea? Já. Herru, við erum augljóslega að ræða Pete Davidson og Kim Kardashian. A.k.a. Pim. A.k.a. Pim sem við vorum að gefa nafn. Það er ríkalegt. Þetta passar ekkert saman. Nei, en það passa þau ekkert saman. Það er annar mál. En þú veist, þú og Gunnar passa sig ekki saman heldur í nafnalega séð. Gurta. Gurta er alveg flott, sko. Hvað er þú, Bensi? Það virkar ekki heldur. Nei, við erum dúmt. Það virkar ekki neitt. Byrju, Benedikt Sunneva. Benneva. Bunneva. Akkur er bu? Akkur fær hann eitt staf? Það er ekki Benneva, já. Það er skara. Það er svo Bennifer. Já. Ben Affleck og Jennifer, já. Alltaf er Jennifer eitthvað eins og ég. Alltaf eitthvað hermið þegar shit út af mía. Jésús, alveg. Lætum ekki friði, sko. En við erum að tala já, Pete Davidson og Kim Kardashian. Við veit allir hvað Kim er. Hún er bara... Það er svo sem enga kynningu? Nei, Konan? ég það nokkuð. Nei. Jú, kannski. Viltu vita hvað hún er gömul? 41. Hún er 41 árs. Viltu vita hvað Pete Davidson er gamall? 31. 28. Fuck! Hann er 93 módel. Kjöldlega hann fucking ungur. Ég veit það. Það er rosalegt. Já. 93 módel. Ég veit að Ástin spyr ekki aldur. 100% ekki. En ég þetta hélt er bara samt hann væri eldri. áhugavert. Já. Nei, hann er 93. Já, æðislegt hjá hann. Hann er bara Ariana Grande eða hvað? 92 held ég. Já. Það er ykkur Ariana Grande fans að fara að aflífa mig. Það er ykkur öskra skjáði núna, sko. Alltaf, já. Takk að sönna Hún er 93 líka. Ok, einmitt. Afsakið þetta. Þannig að þau eru til dæmis bara jafnaldra, skilur. Og þetta er sem sagt fyrirrandi kærasta hennar. Já, við fyrir maður að sé við það. Hver er Pete Davidson? Þetta er sem sagt, þetta er, ég get bara sagt svona grínisti. Hann grínast mikið. Það er rosalega margir sem vita bara 0 hver hann er, sko. Já, út af því hann er ótrúlega frægur í SNL sem er Saturday Night Live. Er það smá, svona eins og svínasúpan? Nei, veistu mér finnst SNL, ég veit ekki, kannski besta svona íslenska útskýringin er þetta bara svona þetta er þetta ekki bara sketsar? Jú, þetta er basically bara sketsar en það er samt verið að gera grína því sem er í gangi núna Áramótaskaupið bara þetta er basically áramótaskaupið á bara ofta, skilur þetta er ekki, ég er ekki alveg viss ég held að það sé aðra hverju viku eða hvort það sé vikulega, ég veit það ekki en þú veist, þetta er mikið vatn í þessu Já, ég fyllt þetta þusvar Það er rosalegt, fáðu meira Já, en hann er sérst frægastur svona, þekktastur akkurat núna Fyrir þetta? Fyrir að vera í SNL og það er einmitt það sem svona hann hefur verið partur af því að leika sketsana svo skrifa sketsana á þannig og SNL er svona, þú veist, þá eru sketsar svo líka alltaf eitthvað live performance Já, þetta er svona í svona talkshow líka inn á milli Já, eða þú ert í rauninni hostin þannig þú ert þú segjum að Sunneva Einarsins hosting SNL þá ert þú að hosta það Og eru margir að hosta alltaf? Nei, það er alltaf eitthvað nýr þú veist, Alltaf eitthvað nýr? Já, það er alltaf eitthvað svona stjarna þú veist, eins og Kim var að hosta bara fyrst skipt daginn Já, þegar þau voru sleik Já, einmitt Og var hann bara að skrifa sketsin bara, já, svo fer hún í sleik um mig Það er glæð Góður Þarna var nýlega, þú veist, alveg frekar Já, þú veist, það var ekki nýlega en þú veist, þarna var náttúrulega allir að spyrja sig þarna, hann skilna og þannig og hún til dæmis tjáði sig það en já, aftur að Pete Davidson, hann er allavega þekktur fyrir að vera grínisti og leika í sketsum og skrifa sketsa og er mjög fyndinn og hefur líka verið með uppistönd og þannig en hann aðalega finnst mér kemst svona upp á yfirborð jarðar svona fyrir okkur öllum hinum sem eru ekki inn í Bandaríkjunum og ekki horfa SNL þegar hann byrja að deyta Ariana Grande það var mjög þekkt 100% ég veist ekki hver hann var fyrir það held ég Nei. En hann leik líka í 2 sekundur í Suicide Squad daginn Jaha Já. Það var búið að láta lítið út fyrir mér að hann væri bara eitthvað Stórhlutverk, já.
svo kom bara, ég fór á myndina í bíó og bara dáin strax, spoilers en þetta var hann var hann í 2 sekúndur sko. Já, ok. Ég var bara það grínast TikTok er búin að vera bara að simpan á fulli við mig Já, það er náttúrulega með weird ass algoritma einmitt. já, bara, já, ok En já, hann byrjar að deyta sem sagt Arianu Grande og þau sýndu heiminum að þau voru saman í maí 2018 þau voru alveg svona saman mikið saman, þú veist, hún Já. var alveg að posta honum geðveitt mikið og hann henni og þau voru bara geðveitt svona, það voru allir bara eitthvað svona, hver er þessi Pete og þá náttúrulega, þú veist hún kom hann með smá korti sko. mér finnst það, fyrir svona okkur hinn sem hafa ekki verið að fylgjast með SNL sem er ekkert eitthvað, það er ekkert alþjóðlegt að fylgjast með SNL held ég. Nei, ég veit í rauninni ekkert hvað það er sko. Nei. Ég horfði bara á nokkra sketsa með honum eftir ég var að útskýra fyrir Bensa hver það væri. Einmitt. Þetta þá var hann bara að horfa á þetta. En þau sem sagt kynntust líka á SNL. Þess þau hittist fyrst þar. Já, það. Hann er bara heillega upp úr skónum hana. Já, hann er alltaf eitthvað... Og það tjarmir eitthvað. Já, það verðist vera. En sem sagt, já. Og að þau eru saman... publicly announced þessu saman mæ 2018 og þau trúlofa sig veistu því? Já, mjög snemma bara, já, eftir að vera bara saman bara í nokkra vikur í rauninni og svo hættu þau saman í október 2018 eftir að vera bara 5 mánuði saman Já, rétt eftir að Mac Miller dó Einmitt Það tók náttúrulega mjög á Arianu en það er náttúrulega ekki ástæðan Nei, einmitt en það hjálpar alveg ekki til eða þú veist, það er eiginlega mjög erfitt Já. En mér fannst þetta, ég hugsa tilbaka og hugsa Ariana Grande og Pete Davidson og það er svona, vá, ekki hefðum við geta gruna þetta voru 5 mánuðir, mér fannst þetta svo voru nokkur ár Þetta var ógeðslega lengi að líða Já, að þau voru svo ógeðslega út allt og svo bara droppaði hún bara mestu bombu í heimi Thank You Next sko. Já, og fyndi að tala um það Thank You Next, þú manst þetta tónlistmyndbandinu Já, Burn Book Já, og hver leikur í tónlistmyndbandinu þannig að sé í endan Enginn er Kristjáner Já, en fyndi Ég veit það bara tengd og bara ángríns Hollywood is too goddamn small Ángríns Það er svolítið svoleiðis Bílast En hann sem hættir einmitt með þau hættir saman með Ariana Grande svo fer hann að vera með konu sem heitir Kate Beckinsale sem er líka mjög fræg hún var eldri en hann og svo er hann búin að vera með Margaret Qualley og Kaja Gerber og Phoebe Dynevor og svo núna síðast er hann kenndur við Kim Kardashian en svolítið fyndi Sunna sendi mér snapp á daginn var eitthvað, já, mást ekki þú sendi mér snapp og þú veist eitthvað býtu, Kim kennd við Good Luck Chuck, eitthvað, hver er notin að frasa þetta er frasi minn, ég er alltaf að segja hann að frasa mást ekki? Jú, kom okkur frétt um það Já, kom okkur frétt um það og þú varst bara búin að senda bara, hver er nota frasan minn? Ég var ekki bara í það frétt það Svo sendur þú 2 sekundur setna það mænt ítt á þetta varst þú Það var svo skrítið því ég hef sagt alltaf nota þetta Good Luck Chuck og enginn sem veit hvað Good Luck Chuck er nema við út af mér Já. Svo nota þetta í frétt og ég var bara what the hell Það var svo fyndi en hann er pínu kendur við Good Luck Chuck, hann Pete Davidson þetta er freka fyndi því að það virðist verið í gegnum bara svona tíðina konurnar sem hann hefur deytað hafa síðan hætt með honum og síðan fundið ástina Já. Þar færðu sögurþráðan á Good Luck Chuck spólunni Já, í rauninni þannig að fyrst, hann er svolítið svona Good Luck Chuck einhvern veginn, já og ég meina við sáum það með Ariana Grande þess núna er hún með þarna Það var samt alltaf smá eftir á en það skiptir einhver máli, hann var næstur Það er sant Í því myndinni þá var alveg það var bara næstur sem var rekst á skilur Já, ok En þetta var alveg, ég heldur að Ariana var bara ekki með neinum í heilt ár Ég veit það ekki, já Nema þau kannski voru bara strax saman Já, það var náttúrulega COVID komana og eitthvað Hann er, já, ég held það Hann allan kendu þetta og þetta á við fleiri skilur, þetta er ekki bara, þetta er líka Phoebe Dynevor og Kaja Gerber og Kaja Allir bara ends up in marriage þannig að, ok, kannski Kim bara ok, hann er Good Luck Chuck Ég þarf að gifta mig aftur Hún þarf það samt ekki Ég held hún hefur óbúinlega sagt hún mun ekki gifta sig aftur sko Hún er búin að gifta sig 3 núna konum sko Alltaf mikið Ég meina You do you, en Já, 100% En hversu mörg brúðkaup nennir að halda Þú veist, ég myndi ekki nenna að þurfa alltaf eitt enn hérna Eitt viðbót Nei, 2 Gefum bara samt pakka fyrir það, þetta er ekki mál
sko. Getur lagt inn að með 5 skall. Já. En Nei. en já, þannig að þú veist, maður er búin að fara yfir Pete Davidson hver hann er og þið örugglega öll svona kannist við hver hann er í gegnum Ariana Grande, myndi ég segja. Sem sagt, núna eru þær sögusagnir, að hafa þær sögusagnir verið að ganga að Kim og Kít. Vá. Kít er aðeins betra. Það er aðeins betra en Pim. Þetta, ok, að Kít séu saman og séu að deyta og þau eru náttúrulega ekkert búin að vera, þú veist Ok, sögusagnir, þau eru að leiðast, sko. já, en við höfum aldrei séð þau, þú veist Hefur þau leitt eitthvað nema þessi par? já, Það? já Bara eitthvað strák, bara... ekki bara eitthvað strák, en þessu kannski hálft úti og ég held í hendina vinum mínum eða eitthvað Það er ekki hálft í LA, sko. en ég bara að segja, ég hefur alveg komið fyrir Já, en ekki bara eitthvað á mörgum myndum. en Bara ef eitthvað ég leiðast. verið singul, skilur Já, þá en er þú mér veist- alveg sama, ég verið að leiða alla vinum mína Já, en það er ekki margir sem leiðast. Nei, ég Mér finnst veit leiðast vera svona 2050, skilur já, í pari. Já, en ok, allavega, þetta eru sögsagnir Já. einastan ekki segi að þetta eru sögsagnir því við erum ekki búin að fá þetta konfirmað og þetta er þú ennþá ert ekki að kaupa þetta líka. þetta er ennþá allegedly, skilur þú veist, leið og Kim segir bara, we're so in love, þá er bara what, skilur en já, ég held þessi frekar eitthvað PR-stönd, sko en við fyrir mig það En það er svo oft sem maður heldur eitthvað þannig og það er alveg bara svona fáralegt. 100% Vist, ég er sammála því Af hverju ætti þetta að vera PR-stönd? Bara því að hann er að fara mótel fyrir Skims eða eitthvað? fyrir maður að síða eftir það því að svo hugmynd er rauninni farandi gluggan, sko Nei, ok. af því að hann hérna Hvað ætti það að koma með fyrst? Þú ert alltaf að fresta öllu, svo já, við tölum ég veit það Förum í það eftir? Já, fyrir mig þess eftir. Ég ætla bara að fara í tímalínuna hvernig þau kynntust. Þau kynntust fyrst 31. janúar 2019. En þá fer hópur út að borða og í þeim hópi er Kim, Kanye West, fyrir ekki, Ye. Og já, hann heitir í kanni. Já, mér finnst alveg útrúlega erfitt að Já. muni þetta, en ég reyna að muni Já. þetta. Fyrir ekki, hann kýsa að kalla sig Ye, þannig að við þurfum að segja það. Kim og Ye fara út að borða með Pete, Timmy Chamlet og hérna Kid Cudi. Áttu Kid ekki ammali? Jú, það er svona ammali hans. Þau eru Kudi svona velin? fagna því. Og Þessi Pete Davidson segir síðan setna í Jimmy Fallon þætti að þetta veri bara mjög fyndi kvöld, mjög skemmtilegt en allir hafði staðið upp frá borðinu og bara hvernig labbaði í burtu og hann enda á því að þurfa að greiða reikningin. Já, ég heyrst það þessi. Já. Hann var bara, þú veist, þetta var mjög gaman, þetta var bara mjög dýrt. Greið. Shit. Að þú veist, hann er hann með fólki sem á augljóslega miklu meiri pening en hann og ég held að þetta hafi ekkert verið viljandi gert en ég hugsa bara svona þegar þú áttu svo mikið pening og þú áttu allir vinnin er eiginlega svo mikið pening þá ertu ekki að pæli í. Nei, hvað segi? Það er bara, vá, þú tekur þetta með næst skilur og Pete Davidson kannski á ekki teka mesta peningin. Ég er líka þau eru að kaupa bara dýrasta áfengi og dýrasta skotin og örugglega fyrst fá sér þeir eru svona kaviar og... panta sér rétt, taka eitt bíða nei, panta mér eitthvað annað Já. Þú spilti því Já, og við erum bara, jæja, ég er fyrst með þetta Já. ég var að borða þetta Nei, bara this me and you. Einmitt. En hérna síðan er ekki, þú veist, þau eru ekkert eitthvað í sama vinskapi eða neitt þannig, þetta er janúar 2019 fyrir núna í október 2021 COVID spilar inn í og allt það en þá er hún sem sagt hostinn af Saturday Night Live SNL og kissir þar Pete Davidson í svona Jasmín og Aladín sketsi og hérna Þú búin að sjá hann að sketsa? Nei, ég er búin að sjá myndir Akkur eru ekki búin að sjá hann? Ég veit það ekki hann er örugglega fyndinn, sko Já. Ég er búin að sjá marga, þú veist þetta var ekki einu gæinn sem hann kisti eða svona, þú veist, leikara kisti hérna í þessu Sketsum. þætti, já, en hún var til dæmis að leika Courtney og gera grín af Courtney og Travis og það var hann með einhverjum öðrum og kisti Já. hann eitthvað, oh, I love you so much, Trevor eitthvað, Akkur eru ekki búin að horfa á þetta? já, ég er bara búin að horfa á opnunarræðina, Já. trillt og svo svona er ég búin að sjá nokkra sketsa Áhvert. já, en hérna já, en þetta, þú veist, hún heldur þetta 9. október eða hóstar þetta 30. október þá sjást þau saman í þess að Knott Scary Farm sem er svolítið bara svona eins og tífulígarður Bara svona Halloween-garður, já, eða ekki? svona skemmtigarður einhvern veginn, já og þar sést að þau eru þarna saman ásamt hópa fólki
og þar eru þau að leiðast Í þessu í þessu, tæki. já, í þessu skemmtigarði og mín hugsun þarna að sem sagt að því að fólki sem var þarna var til dæmis með Machine Gun Kelly og Megan Fox og Kim og svo hefur veitu hvernig var þetta sérst, Machine Gun Kelly og Megan Fox var boðið þau mættu ekki en þeim var boðið og ég hugsa að Machine Gun Kelly hafi verið bara Pete viltu bara ekki koma með en svo hafa þau ekki komist og Pete er eitthvað fuck it, ég mæti samt skilur ég er búin að segja alltaf að fara og endar þá þarna með Kim, Courtney og Travis og fleira fólki en að því að voru alltaf svona hvað Pete að gera með þeim skilur að meika svona ekki sens þangað til maður einhvern veginn vissi að Machine Gun Kelly og Megan hafi verið boðið en komist ekki hvað hvað ég meina en það er svona mitt gísk þar að þannig hafi þessi svona two worlds aligned skilur fyrir utan vinnu en þetta er ekki vinna skilur en þetta er náttúrulega líka bara þekkjast út af hún var hóstana áður já en og voru í ammæli saman akkur ætti hann að segja nei 2019 það var alveg heilt ár sem telst ekki með sko já en ég það var seinast þegar lífið var alveg af hverju ætti þau svona hittast aftur og svona þá held ég að þetta sé að því að Machine Gun Kelly og Pete Davidson eru bestu vinir kannski líka bara kynnast meira í gegnum þau öll einmitt og í gegnum Courtney og já, nákvæmlega því að ég meina Courtney og Megan og þau öll eru mjög náin þannig að við getum gefa okkur það kannski eru alltaf að bjóða single Kimi já hvað var þeim sögurnar og var deyta hana lögfræðingana það var bara sögur já svo bara kurfu þar ég held að það er bara svona sögur sem við vildum að vera að gerast já það var enga myndir af henni að leiðast neip það er rétt sér herru 2. nóvember 2021, þetta er bara happening right now Kirur, sko þá flýgur Kim Kardashian til New York og Pete Davidson er náttúrulega frá New York og þar sést að þau fara saman út að borða á veitingastað sem er bara með svona rooftop og þau voru bara ein þar bara 2? Já sem er náttúrulega mjög svona what the hell en ég hef líka heyrt að var stelpa að vinna á þessu veitingastað og hún sagði bara að þau bara verið þarna uppi og bara mjög næskilur og bara verið að panta sér mat og eitthvað og það hafi verið kamerakrú með þau eru náttúrulega að taka upp Hulu þáttin sinn as we speak hanna kannski fekk hann eitthvað svona bara að fá að vera með kannski er hann eins og Scott er búin að vera í öllum síðustu seríum skilur fær að vera með en þú veist eins og þau heldum að Amelia og Scott þegar þessar sögur kom fyrst þá trúðu við ekki og vorum bara svona þau eru alltaf með sameiginlegum þannig byrjaði ég veit það þannig byrjaði þetta sko þetta byrjaði alltaf með bara 2 þau eru 2 út að borða með kamerakrúi samt tökum það inn í mynd það er eitthvað sem að þykist segist vinnaðar sem hafa séð það þannig við vitum náttúrulega alveg hvort það er rétt en ef það er rétt þá getum við gefa okkur það við fáum kannski að sjá þetta það var æði síðan kemur 3. nóvember og það er bara deginum eftir hennan 2. nóvember eins og klukkan segir þá fara þau á annað date í Manhattan en ásamt öðru fólki það er annað fólk þar líka skilu þetta er eitthvað svona fara á eitthvað svona hitting og svo er alltaf svona sources segja aðri segja þeir eru bara að hafa svo ótrúlega gaman saman og bara fyndið og kemur bara taking it lightly og eitthvað svona en já einmitt 5. nóvember þetta er 2 dögum eftir date nummer 2 þá er ég pirraður Akkur heldur að hann sé pirraður það lítur á ástæða ég unfollower Kim á Instagram var hann ekki búinn að segja eitthvað að hann ætlar að ná henni aftur jú, það var sko Thanksgiving ræðan hans var bara eitthvað I will get her back nú er bara unfollowa sko í svona en býttu, hvað var að gerast í gær, veistu það? Nei, ég var ekki viðstödd. Nei, í gær varst ekki viðstödd en það var að gæra hinn það var People's Choice Award og Kim vann Fashion Icon Award bara, og hún kom ræði, hún bara þetta er hjúts fyrir mig, það var bara ógeðslega margir designera sem vildu ekki þetta var bara að gerast fyrir max 5 þess að þetta kemur út hún bara, þetta er ógeðslega stórt skref bara fyrir mig, bara það var svo margir designera sem vildu ekki sjá mig og bara þú veist og
ég byrja á því að vinna inn í fataskápum, skilur bara sem stilisti og bara ég sé komin hingað og hún bara svona genuinely fáránlega grateful fyrir þetta. Já. Svo hún bara svona, bara thank you, eitthvað segir eitt nafn og svo Oliver sem með Balmain, bara thank you for wanting to work with me, þau eru svona fyrstu sem vildu even though you probably got a phone call from Kanye who, sem sagði ykkur að segja þetta og Svo Kanye? Ég man eitthvað svona ég, örgulega ég og svo sagði hún eitthvað svona and thank you ég for, og hún bara þakka honum í ræðinni. Það bara, hann á það skilið. Já, 100%. Hann umbreytti en þú veist þau eru ekkert að rífast, skilur en byrju. Kannski ég að rífast. Nei, þau eru náttúrulega búin að vera saman mjög mikið saman síðustu viku út af Virgil. Já. Og þau eru búin að mæta saman í, þú veist, klárum Pete og Davidson, Pete og Davidson. Pete og Davidson. Já. En allan að 15. nóvember þá unfollowar ég hana á Instagram og er ekki droslega hamingjusam með þetta. Fyrir síðan í þess að podcast sem heitir Drink Champs, 3 tíma viðtal við hann held ég. Þar sem að hann segir að hann bara kristalklár, bara ég vil fá Kim tilbaka og hann segir, þú veist, SNL var að gera grín af okkur og létu konuna mín að segja I divorced him og bara svona, og ég hef aldrei séð blöðin, við erum ekki einu svona skilin, þetta er ekki djók fyrir mér, börnum mín vilja að foreldrarnir sínu séu samar og ég vil að við séum saman. Þannig að hann segir, ég er ekki svona sjá pappirna. Viltu hvað geggjaður hann að fá ég í podcastið sitt? Einmitt. Sama dag, 5. hún grins, ég bara, ef það er eitthvað sem myndi gefa mikið fyrir, það var ég og Elisabeth þannig að breddróting þið tvö eru alltaf velkomin. Já, alltaf opið hérna. En 5. nóvember, samdag, þá er Kris Jenner að halda upp á afmæli sitt og hver heldur að sé þar? Pete! Það er skrítið. Nú við komum með Pete heim til mömmu, sko. Já. Það er rosalegt. Það er alveg svolítið svona, en þá var eitthvað svona vídeo af Kim að reyna að gera karaoke og hann eitthvað svona, no, come on, in the background. Já, það er ekki, enginn sér hann að heyra sko röddinn hans. Það sést sko svona smá, það er ekkert eitthvað svona, hæ, hér er Pete Davidson, en það sést alveg glimpsi en að þú varst að horfa stórin frá öllum. Já. Og náttúrulega, ef þessi fjölskylda heldur eitthvað, þá ertum við svona 8 manns til að tjekka á. Já. Ok. Hvað er hann í bakgrunum? Það er svo Christmas partyið, maður er alltaf bara, ok, ég get hort hjá Chloe, Courtney, Kim, Rob. Það er alltaf bara aðfangadagskvöld. Já, ok, Þú að missa því? Það var hrikalegt. Það verður svo spennandi, verður Tristan Thompson bóðið, þú veist hvað er að gerast? Nei. Einmitt. Ekki séns. Við höfum oft haldið að hann verður ekki búið og honum var búið. Ekki þetta skiptið. Það hlýtur að vera bremsa í daginn. Það hlýtur að vera. Hversu marga þau þarft að batna til þess að... Það sé bremsa? Já. Það er góð spurning. Allavega? Já. Ok, svo 8. nóvember þá er fyrir Pete Davidson í viðtal og late night og hann er svona að stríða öllum með þú veist sambandi og Seth Meyers er hana og hann segir bara svona I want to address something. I feel like I want to confirm if it's real or a rumor. This is something you've been reading a lot about in the press. We appreciate you doing it here. Þá segir Pete Davidson I've been wanting to talk about this because there's a lot of people I walk by. People are like whispering and making eyes at me. But it is true. I do have a show on Tubi coming out. En hann er að nýta sér þetta. Já, hann er að nýta sér þetta þarna. Þetta er samt bara brandari. Ég veit það, en kannski ekki bara sagt okkur. Þetta er fólk ég fyndi. 17. nóvember. Það er myndin af þeim helvitis mattsing í náttfötunum. Hvað var það eiginlega? Þetta er sérst ammæli, þau mættu bæði í ammæli og þetta er Flavors Flav ammæli hjá þeim og þau eru bara þarna í matching náttfötum en það virðir samt og Eva vinkun okkar komið þetta kót eins og þessi jakkin hennar? Já, þetta er eflaust jakkin hennar og hann er farið í hann? Hún var eflaust matching mömmu sína 100%. Já. Hann lukkar smá þannig sko. Nákvæmlega. En samt, hann er farið jakkan hennar, það er svona elsta múfið í bókinni sko. Já, það er svolítið svona það er svona, elsta bókið er örugglega öfugt, eða ekki? Jú, það er bara alveg snúið sér við í dag. Já, guð mig góður. En svo segir 8. nóvember að sé ykkur svona fréttir af því að þau hafa verið að kyssast eitthvað þar. Við höfum ekki séð það, en
það einhver sem hann segir að þau hafi verið reported PDA in Palm Springs. Þetta að fara að koma bara morgun bara þau sleller bara þú þetta verður bara what the fuck. Ég nefnilega, sko, svo þetta í kringum hann 20. november þar sem þau eru svo stödd í Palm Springs og það sést þarna myndin af þeim labba út í bíl, hún í gráum joggings og hann þú veist, í aftur þessum náttbuxum í rauninni eins og hún var í þetta lítur út eins og the day after mynd, bara the walk of shame mynd. Já. Halló, sko, Birta. Það lítur ekki vel út. Það nóg, akkur lítur það ekki vel út? Nei, ég segi það lítur ekki vel út ef þau var þykist ekki vera saman. Já. Ég meina það þannig. Hvað svona fyndið að myndi bara hittast heima, hafa farið í buxuna og láta það lukka ágríns, af hverju myndið þið gera það? Nei, ég veit það, en ég segi að þau gætu samt illa trolla okkar ef þau myndi vilja, bara ef þau hafði húmor fyrir því. En það bara svo tilgangslaust. Bara já, vera með publicity stunt núna. Já, nákvæmlega. En já, ég veit ekki, ég einhvern veginn ekki að kaupa þetta, ég það ekki. Þar því þú ert í afneitun. Pottit, en þú veist, ég alveg fan. Já, ég gladly prove me wrong, skilur. Ég verð ekki vonsvikin ef að Kim segir svona, já, varum eitthvað að deyta, þú veist. Þau eru eitthvað að flingast, þau eru ekkert að fara að vera saman. Já, en ef það eitthvað, þá held ég hún sé bara að leika sér. Já. Og er bara að hafa gaman og ekkert alvarlegt. Ef það eitthvað, þá held ég að sé það. Já, ég myndi alltaf en hann aldrei að fara að stjúpa með Northwest. Nei, ég sé ekki framtíði þessu, sko. Nei. En ég samt alveg að shippa þetta fling. Já, þetta er skemmtilegt fling. Mér finnst það passa líka svona við systurnar og svona. Já, það er svona við Courtney og... Það er svona við sé Courtney og Megan Fox og I want one. Já. Give me one. I want one young and fresh or eitthvað. Svona típuna. Ángríns. En já, ég hef haldið því fram síðastlegin misseri að þetta sé eitthvað svona því að Skims er núna búin að gefa út og það sé að koma með unisex línu. Skims merki hann að Kim Kardashian. Það sé að koma með, þú veist, merki fallalínu sem passa bæði kallmenn og kvenmenn. Og ég verið að hugsa, hún notar þetta sem prómómyndtökurna af Cher og Pete Davidson. Þú veist, það verður í rauninni prómóið. Af því þið sáu hvað þegar Megan og Courtney voru ekkert eðlilega hæpar þegar voru búin að posta myndum að sér hann sleikja tungunar á kærastum sínum og eitthvað þannig, þessi myndu voru allt, þá tók hún það og notaði það í prómó. Such a prude. Nei, þú skilur mig. Ég var svona að reyna að lýsa myndinu, þau voru ekki sleik, þau voru að sleikja tungun á kærastunni. Það var basically sleiknum er bara, þú veist, útvortis. Ok, þau voru útvortis sleik. Það er mest að prude sem þið finnir, sko. En já, þannig að þú veist, við höfum séðan að nýta sér svona hype-moment í auglýsingar. Já, en það var það meira svona wow, ok, gerum við núna. Ég veit það. Þetta er svona overlangt. Það? Mér finnst það. Þetta byrjaði í október. Já, og er það komið út eða? Nei. Það nýkomið í desember. Hún gaf út Skims collab með þeim bara daginn eftir, sko. Ég sverða. Já, það var mjög fljótt. Já. Og það var ekkert eitthvað tís. En svona er hún að hitta jóli núna eitthvað. En það er líka skrítið að blanda sér svona rómantísklega þannig saman til að promóta vöru. Já, en svo getur hún alltaf... Það er ekki svona þurfi promotion, sko. Nei, ég veit það, en hún getur reyndar alltaf sagt, skilur, bara svona blanda sér rómant, hvernig gerði ég það? Ef skilur, hún getur bara svona, I never did that. Já. Fattur mig, hún getur bara svona, það voru ykkar orð, ekki mín. Það er eitthvað að fara að slippa út, sko. En eftir að Virgil Abloh lést, sem er hönnur og eigandi Off-White, og þar með mjög góðu vinur ég og Kim, þá hefur Pete og Kim ekki sérst saman, en Kim hefur verið núna með Kanye. Já, undanfarnar vikur, já, með ég á svona minningarathöfnum og svona tískusýningi Miami og eitthvað þannig að það er spurningu, er þetta bara flings með búið? Mögulega, hver veit við erum spennt að sjá en við spyrum tepurskestina. Já, en áður fórum við vita hvað tepurskestina segja, þá ætla ég að segja, ég ætla að fylgjast vel með þessu máli og þá sérstaklega á TikTokinu hjá North. Já, ok, I love the TikToks. Nei, ágrís, elska. Líka ég elska, hún er svona að gera loophole að því hún má náttúrulega gera með TikTok. Kim and North. Hún má vera með TikTok ef mamma er með. Já, og saman með Penelope. Er það Courtney og Penn? Já, P and Cord eitthvað. En veistu hvað margir halda fram þar? Hvað? Ég las því stóra netinu að þær sem er TikTok-account til þess að auglýsa Kylie Skin að því að Kylie má náttúrulega getur auglýsa núna eða er ekki að auglýsa núna út af Astroworld. Já.
að því að í rauninni í hverju myndbandi eru þær að sýna Kylie Skin vöru. Hverjar? Northwest og Penelope Disick, já. Það nota þær? Já, bara, nei, getur ekki við. Svo bara, já. Það er svo mikið samstarfskenningar í kringum þetta lið, sko. Það er svo mikið. Herðu, við spurðum hérna bara, hver er að shipa Pim? Eða Keith? Já, Keith er eitthvað betra. Og það er, hvað heldur þú? Er þetta já eða nei? Já. Prósenta? Já. Ég held sé 50% já, 40% nei. Já, bara nokkuð rétt. Nei, veitu hvað það eru? 50%? Já, 40% nei. Það er öfugt. Ok, er það meiri? 46% já, 54% nei. Það er meiri með mér í lið þarna. Já, nokkurir. Þó nokkurir. En don't get me wrong, ég sem tala að hafa mikið sem ef að þau eru síðan saman, ég bara svona er ekki að kaupa þetta. Nei. En, ég keipti til dæmis aldrei sambandi hjá Camila Cabello og Mendes. Shawn Mendes, þau voru saman. Og voru hætt saman. Já, skilur því þau mikið lánaði. Nei, ég var bara svona við fengum sko message á tebúð bara núna hlýtur Birta að vera glöð. Þetta er ekki þessi glöð, ég bara trúi að þeir voru saman. Nei, mjög stúfur líka. Já. Herðu, ok, við spurðum hvað finnst ykkur þau sem par. Æði gaman að sjá hana glaða. Weird. Nei, weird. Er það eina sem ég get sagt? Nei, hún getur betur, ég er ekki alveg sammála, hún getur betur. Þú veist, hann er flottur strákur. Já, hann er flottur strákur og hann er náttúrulega 28 ára. Já. Hann er ekki saman stað í lífi, hún á 4 börn. Hann elskar að reykja gras. Ég er opinberlega að tala um það. Það er ekki langt síðan hann bjó í kjallarann hjá mömmu sinni. Þannig að ég er svona það er svona ekkert að honum. Það er ekkert að honum, en hún getur betur þá kannski verið að tala um eitthvað meira hennar stíi. Já. Hugsla réttlæta þetta. Birta been prepared for this one, sko. I have notes. Mér finnst það enga veginn make a send held alveg að þessi bara fyrir fjölmiðla og hún heldur þessi publicity í stæðan. Finnst cute Kimmy er happy aftur en Kimmy hits different. Þetta er my feelings in a sentence. Já. Bara mér finnst cute að Kimmy er ánægð en Kimmy hits different. Mjög mixed feelings, love it, nei, love it, whatever floats your boat, er það ekki? Jú. Einu maður sem ég myndi vilja að Kim væri með, þau eru bestu saman. Þessu er svipa hart. Já. Mér finnst þetta skrítið par, svo skrítið blanda. Ég er að pæla að gera svona okkur. Hvað finnst þér Birta og Gunna? Það er öll bara okkur Birta og Gunna. Já, það er svona að heyra hvað fólk hefur að segja. Mér finnst þér skrítin sama passa. Bara shipa ekki. Já. Shipa ekki, he is mine. Okay. You can take him back. Okay. Allt í lagi en Ki og Ka var alveg faves. Ég elskar hvað fólk svona ungt fólk, þau getur ekki klárað neitt orð. Nei, Ki og Ka er mist að gegja. Já, það kemur kanni, Ki og Ka. Það er til stytting fyrir allt. Já. Elskar weird combos og þau eru skemmtilegir sem sambandin. Ok, við fara ekki weird combos sem var paralega séð. Það væri ógeðslega gaman. Weird parakombos. Já. Elska, þau eru bæði æði. Ok, elska að segja þau eru bæði æði. Þau eru bæði æði. En þau eru samt bara svona besties, ekki par. Já, kannski svona friends with benefits, great. Já, getur vel verið. Heldur sé ekki saman for real. Held low-key að þau sé bara saman fyrir eitthvað collab eða einhvað. Ok, þetta líður mér að síðan 30 því að ég hugsa bara, hún er eitthvað mist sér og takk bara for real. Elskar þessi par, hún á svo lítið, á svo stíli eitthvað sem lætur hann hlæja. Spes, mjög unexpected, öðru sem Kim elskar svo skrítið hjálp. I don't like it, veit eiginlega ekki hvað mér finnst, vill bara Kim sé hamingjusum. Heldur hún hafi gott að hafa eitthvað svona sem er fyndin og ekki alls alvarlegur og ég. Ok, ég er svona ógeðslega fyndin. Er það grínast? Ég er ógeðslega fyndin. Er það grínast? Hann er ekki eins fyndin og Pete Davidson, ég skal ekki honum það. En Pete Davidson er mjög fyndin. Já, ég segi, hann er ekki eins fyndin, en hann er fyndin. Hann er svo ógeðslega alvarlegur á milli, sko. Já. Low-key cute, mjög surprising, ólíkt Kim að þetta gaur.
eins og Pete, I don't know, en þeir eru samt smá dúllur. Ok, okkur fram og tilbaka. Svolítið out of the in and you go Kim, passa ekki sama, mjög cute, það er eitthvað sem passar ekki, I don't trust, sko. En samt skilur, þau eru búin að, þú veist, Machine Gun Kelly og Megan Fox og Go. Þau eru búin að búa til nýtt par af, þú veist, kombói. Já. Þannig að núna passar þetta einhvern veginn bara saman í haustum á Já, manni. já, það er eitthvað svona MILF going on í Hollywood, sko. Finnst mér óvænt var alls ekki búast við þessu elska. Held að þetta sé all Kris Jenner at work að covera Travis Scott skandalinn. Já, fólk heldur það líka. Ok. Love it. Þetta er eins og sé Þeir voru ángriðs sko grín. leiðast deginum eftir. Eða þannig að náðu myndina að vera lapp út í bílunum deginum eftir Já. Astró. Já. Svo wrong. Finnst þetta sé svona helmingi yngri. Gott að þessu haming sem funky en passa vel saman. Vil Kim Ye after so bad. Kim Ye heldur enda ég, þú veist, í Kim Ye nafninu. Þurftum ekki að breyta. Nei, Kim Ye. Andurs bara eitthvað bull, random par, to be honest, krútlur. Krúllur. Það er mjög krútlega orðað. Þetta er einhver sponsor. Ok, vákvæmt mikið. Já, fólk Lukka hefur happy. mikið að segja, sko. Þarf ekki að alltaf endast að eilífið, það má líka bara njóta bara last. Vel sagt. Já, 100%. Endum á því. Endum á því. Þetta má alveg bara vera Það er nefnilega þannig, það þarf ekki að vera allt til enda og leifum þeim bara að njóta. Já, Og vonum að auðvitað. þetta sé genuine frekar en eitthvað stönd. Þetta var ógeðslega leiðilegu podcastþáttur við byrjað þáttin á því að segja bara já, Pete og Kim það er sögursagnum þeim, vonandi eru þau bara hamingsum og við sjáum Já, þetta fer 100%. En það sem er að enda á því. Já, maður þarf að velta öllum vingum Já, fyrir sér 100%. Bara hvernig gerðist þetta? Hvernig gerðist þetta, hvað er okkar skoðanir Við værum ekki podcast ef við værum ekki alltaf að velta okkur upp úr öllu. Nei, einmitt Hann að vissulega frá minni hálfu ef ég hef rámt fyrir mér og þau eru saman þeir að deyta þá er það geggja, ég bara trúi ekki fyrr en Kim eða Pete sjálfur segir ég það vona bara að það sé að deyta og þetta sé ekki stönd af því að mér sker Arsenal þetta stönd en fyrst það svona, koma og sérstaklega ef það eru eitthvað svona það darka blanda astrovöldin í þetta mér stæli svona ég held að það sé aðeins að vera að lýsa mikið já, ég held að allt sé ekki svona ógeðslega flókið og calculated ég held að sé mikið calculated það er það, en ekki svona held ég nei, maður veit ekki á ykkur leveli gæti verið 0-100 held ég sé svona 60% calculated já, það er samt alveg góð 40% þannig já, ég veit það er room for space Herðu, spenntum að næsta pakka minn já, herðu, ég er rosa spenntum á næsta pakka minn hlaka til að sjá þig í næstu viku we love you guys, love you besties, bye bye